Velkomin til fundar, 34. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra settur. Ég legg til að viðbætisliður 3, skipulags- og umferðarnefnd og aðrir liðir færist til í samræmi. Einhver á móti því? Það er samþykkt og ég ger sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir nokkur atriði úr rekstri sveitarfélagsins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti, það að mörg að taka, margt í gangi og ég með langar til að nefna hérna nokkur atriði, til dæmis atvinnumál. Við höfum verið eins og þið þekkið að vinna dálítið í því að undirbúa nýja atvinnustefnu fyrir sveitarfélagið og það hafa verið haldnir nokkrir fundir með ýmsum mjög áhugaverðum og mikilvægum aðilum, eins og til dæmis fulltrúum frá Orkídeu sem að koma hérna til okkar og að velta fyrir sér möguleikum með okkur. Við höfum fundað með Veitum líka, varðandi öflun og heitu vatni sem eins og við vitum mætti ganga betur, en þar eru kannski einhver góð teikn á lofti samt og vonandi kemur eitthvað betur fram með það fljótlega. Veitur, forsvarsmenn Veitna hafa mikinn áhuga á þessum vangaveltum okkar atvinnumál og svona framtíðin í því hvað geti verið að bætast við hér á næstu árum, bæði hvað var að íbúa fjölgun auðvitað og líka bara nýja atvinnustarfsemi og sérstaklega þá atvinnustarfsemi sem að reiði sig á það að hafa aðgangað heitu vatni eða orku. Og fleira í þessu höfum við verið að funda. Eiríkur Sigurðarsson, markas- og kynningarfulltrúi hefur verið í þessu líka og við höfum verið að funda með meðal annars atvinnuráðgjafa og sviðsstjóra hjá SAS þessi mál og eins verið að velta fyrir sér því hvort að við getum komið á fót, komið í gang svo kölluðu hackathoni hér svona eftir því sem að á næstu mánuðum einhvern tímann og sem geti þá verið meðal annarra leiða góð til þess að fá vinn úr hugmyndum sem að hafa komið fram hingað til. Nú skólasvæðið á Hellu, það margt sem að verið að vinna í kringum það og það þetta liggur fyrir þessum fundi mjög mikið og mikilvægt erindi þau mál. Við höfum verið að funda í framkvæmdaráðinu okkar sem í samræmi við innkaupareglurnar meðal annars að undirbúa það mál. Nú viðtölum við starfsmenn árlegum er lokið núna þetta árið hjá sveitarstjóra og það var gagnlegt eins og ævinlega og nauðsynlegt. Nú við höfum verið að vinna mikið í kringum verkefni sem að Vinnumálastofnun hefur komið af stað. Bæði þetta sóttum við styrki til að ráða fólk, ungt fólk í vinnu í sumar eins og við gerðum í fyrrasumar og það að ganga eftir með svipuðum hætti. Og það líka möguleikar sem við erum að nýta okkur í kringum sem sé atvinnulaust fólk, þar sem hægt að fá styrki til að ráða fólk til vinnu í 6 mánuði. Þannig að við erum að reyna að nýta öll þessi úrræði þannig að allir geti nú haft vinnu sem að vilja hér á þessu svæði í sumar. Og síðan hafa verið viðtöl, við höfum verið að ráða okkur forstöðumenn og það hefur verið viðtöl við umsækjendur skólastjórastöð á Laugalandi og það liggur fyrir og kemur fyrir þennan fund, niðurstaðan úr því. Nú við höfum verið að taka viðtöl við nýjan heilsu, íþrótt og tómstundafulltrúa, umsækjendur það starf, þeir voru 13 og við höfum verið að taka viðtöl við þá þeirra sem að komu helst í greina. Og það bara komið á góðan rekspöl og fer að skýrast. Nú, það hefur verið þó nokkur vinna í kringum svæðisskipulag Suðurhálendisins, það hefur verið fundir í þeim nefndum og það að koma í ljós hvað það starfi nú mikilvægt og var gott að var ráðist í það á sín tíma. Meðal annars til að undirbúa hugsanlega hreyfingar í einhverjum breytingum á skipulagi miðhálendisins, hverja svo sem þær verða nú. Þá erum við tilbúin hér með okkar áherslur. Nú það búið að funda með fjallskilastjórum
landmanna og Rangvallaréttar í takt við það sem við ákváðum fyrr á þessu ári og það eiga að liggja fyrir niðurstöður og þeirri vinnu núna á júnífundi sveitarstjórnar. Mjög gagnlegt. Við höfum verið að funda með vegagerðinni um ýmis mál, bæði aðkomumál hérna á Hellu varðandi ný hverfi og framkvæmdir í sumar á vegum vegagerðarinnar. Við höfum verið að setja af stað verkefni hérna meðal starfsmanna sveitarfélagsins fræðslustjóra láni. Við fengum sem sé styrk til þess að taka okkur fræðslustjóra að láni til að auka og bæta fræðslu þeirra starfsmanna sveitarfélagsins sem eru ekki faglærðir og það kemur vonandi eitthvað gott út úr því. Til að efla fólk í starfi, nú síðan er það sveitarfélagið Suðurland, þar eru verkefnanefndirnar hafa verið að funda upp á síðkastið og verkefnistjórnin og þetta verið að undirbúa það að það kemur að því að það á að kjósa þetta næsta haust og það þarf auðvitað að kynna málin vel og útfæra þá það sem þarf að útfæra og það er komið svona á stað aftur, var svona nokkuð hlé í þeirri vinnu á tímabili. Nú síðan eru sorpstöðamálin nokkuð áberandi, það eru vorhreinsanir og nýtt fyrirkomulag því og eitt og annað í kringum það. Við erum að innleiða vinnustund hjá sveitarfélaginu sem er til þess að hjálpa okkur við að halda utan bara vinnutíma fólks og það er ekki, það sem rekur á eftir okkur í það er meðal annars stytting vinnuvikunar og þetta er kerfið sem að ríkið er búin að nota mjög lengi og sveitarfélögin hafa verið að taka upp í auknum mæli, öll stóru sveitarfélögin eru búin að taka þetta upp og við stefnum að því líka hér hjá okkur og þetta er í rauninni bara hagræðing fyrst og síðast og auðveldar okkur starfið. Nú síðan vil ég nefna það að almannavarnir eru auðvitað alltaf að funda út af COVID og öðru hvoru og það er allir vel með á nótunum í því auðvitað hvernig þau mál standa. Við virðumst vera að ná til lands. Það er verið að bólusetja fólk og brátt verður búið að bólusetja helming þjóðarinnar og þannig að vonandi sleppum við hér við einhver áföll í því en við erum auðvitað því viðbúin að eitthvað geti gerst. En það sem ég vildi nefna það er svo merkilegt að nú sem sé almannavarnarstig, hættustig almannavarna vegna þurrka og það er hér á Suðurlandi og Vesturlandi sérstaklega og slökkviliðin hafa verið að búa sig undir það að vera tilbúin ef eitthvað gerist í þeim efnum að fara af stað einhverju sinubrunnar eða kviknar í eitthvað, það er gríðarlega þurrt alls þar. Þannig að nú er bara að vona að fara að rigna, komu nokkri droppar áðan, þannig að maður var glaður að sjá þá og vonandi rætist spáin sem að segir að það komi ykkur úrkoma núna fyrir helgina. En þetta er bara skrítið ástand. Vonandi fer það vel. Takk. Rangárþings ytra fundur 35. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það er tekin út liður 1.2, fjárhagsáætlun 2021, viðauki 2, niðurstaða byggðaráðs. Það er lögð fram tillaga viðauka 2 við fjárhagsáætlun Rangárþings ytra árið 2021. Viðaukinn gerir ráð fyrir auknum tekjum frá jöfnunarsjóði 29,5 milljón, auknum launakostnaði aðalsjóði samtals 14,5 milljón og lækkunar rekstrarkostnaðar 2 milljónir. Þá gerir viðaukinn ráð fyrir að launakostnaðar í þjónustumiðstöð lækki 6,6 milljónir og tekjur þjónustumiðstöðar lækki jafnframt 6,6 milljónir. Viðaukinn kallar ekki á auknar fjárheimildir og er til lækkunar á handbæru fé. Viðaukinn var borinn undir atkvæði og samþykktur með 2 atkvæðum, HE og HT, 1 á móti, MHG. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðaráðs. Orðið er laust. Ágúst, gjörðu svo vel. Já. Takk háttvirti. Það er eins og kom fram að þá var sem sé bókun við þennan lið á byggðaráðsfundi og frá því að hann var haldinn að þá sem sé er búið að taka saman sem sé
minnisblað sem á að geta skýrt þetta betur út, hvað þarna á ferðinni. Það minnisblað lagt fram bara hér á fundinum og getur fylgt með og þá opið öllum til að skoða með fundagerðinni. En það sem ræðir í rauninni fyrst og síðast flutningur á milli deilda. Þannig að það stóra skýringin í þessu en síðan jafnframt verið að bregðast við auknu álagi hjá skipulags- og byggingafulltrúa sem að langmestu leyti skila sér í auknum tekjum. Það til dæmis verið að fara í gegnum sem hefur verið langþráður draumur að fara yfir sem sé þær fasteignir innan sveitarfélagsins sem eru skráðar á hvað byggingastíðar eru og svo framvegis. Það hefur áunnist þó nokkuð í því en hugmyndin að nýta tækifærið og skapa sér auknar tekjur eða skapa auknar tekjur fyrir sveitarfélagið á þessu ári með því að gera skurk í því. Það kemur eitthvað þar á móti. En þetta langmest flutningur á milli deilda. Þannig það. En kemur annars nánar fram í þessu minnisblaði. Það má segja að það standi út af ef við erum búin að taka tillit til þess að þarna verið að flytja fjármunir á milli í staðinn fyrir það að skipulags- og byggingafulltrúi sé að kaupa vinnu af þjónustumiðstöð eins og verið hefur, að þá sé hann bara hreinlega með mannin í vinnu við ákveðin verkefni, að þá má segja að það standi út af það bil 2 milljónir sem þarf þá að koma í auknum tekjum innan ársins. Og við teljum að það muni nást. En auðvitað veit maður það ekki fyrir heldur en að upp staðið. Takk fyrir það. Þessi getur samþykkt tilnefningarmerki. Þeir sem eru á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 eru á móti. Margrét Arpa, gjörðu svo vel. Já, við ætlum bara að fá að bóka örstutt til þess að útskýra. Ef ég má lesa hana upp. Það fulltrúar álista hafa ekki fengið fullnægjandi rökstuðning með þeirra ákvörðun að bæta við 60% stöðugildi í skipulags- og byggingamál. Í núgildandi fjárhagsáætlun var mikils aðhalds gætt í launakostnaði allra stofnana sveitarfélagsins og meðal annars gert ráð fyrir fækkun stöðugilda í þjónustumiðstöð seinni part árs. En með þessum viðauka þeirri áætlun breytt. Í árferði sem þessu rétt að forgangsraða verkefnum og athuga hvort verkefni geti beðið fram á næsta ár, en þá væri sjálfsagt að auglýsa nýtt starf í skipulags- og byggingamál ef þörf á því. Og undir þetta ritum við Margrét Arpa, Steindór og Yngvi. Takk fyrir það. Og við erum með bókun hér frá D-lista einnig. Eins og fram kemur í minnisblaði sem fylgir til útskýringar á viðaukanum, þá að stærstum hluta verið að flytja verkefni á milli deilda, en jafnframt verið að bregðast við auknu álagi hjá skipulags- og byggingafulltrúa sem að langmestu leyti skilar sér í auknum tekjum sveitarfélagsins auk þess að bæta þjónustu. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Liður 1.5 stækkun íþróttasvæðis á Hellu, það niðurstaða byggðarráðs. Gert hefur nýtt kauptilboð í Hellu að 1 sem byggðarráð staðfestir fyrir sitt leyti. Já, við þurfum að fá þarna upp á skjáinn. Tillögin á bókuninni. Já, hún hér. En Gæti líka fengið. Þetta má ég lesa nú. Gjör svo vel. Tæknilega auðveldara. Það þá til að bókun sem sé borist hefur gagn tilboð frá landeigendum, lagt til að fela sveitarstjóra að funda með fulltrúa landeigenda næstu skref í málinu og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs. Greinargerð. Orðið lestu þessa tillögu. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.7, forstöðumaður íþróttamiðstöðvar. Niðurstaða byggðarráðs. Lagður fram listi með umsækjendum starfið en þeir eru alls 13 talsins. Lagt til að sveitarstjóri ásamt oddvita og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur kalli umsækjendur til viðtals og undirbúa ákvarðanatöku varðandi ráðninguna. Það var samþykkt samhljóða
og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs þess að geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Liður 1.8 deililega fyrir rafhlaupahjól í Rangárþingi ytra. Niðurstaða byggðarráðs. Eyþór Máni Steinarsson kom inn á fundinn í Zoom og kynnti hugmyndina. Byggðarráð gerir ekki athugasemdir við að deililega fyrir rafhlaupahjól verði sett upp á Hellu frá og með sumrinu 2021. Enda verði öll skilyrði fyrir slíkum rekstri uppfyllt og séð verði til þess að ekki stafi hætta af tækjunum á og við gangstéttir og göngustíga í þorpinu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Það er liður 2. Oddi BS fundur 39, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin er út liður 2.2, nýr skólastjóri Laugalandsskóla. Niðurstaða Odda BS. Fyrir liggur tillaga starfshóps Odda BS vegna ráðningar skólastjóra við Laugalandsskóla. Tillaga starfshópsins er að ráða Ingvar Karl Jónsson sem skólastjóra Laugalandsskóla og samþykkir stjórn Odda BS þar samhljóða. Greinargerð. Starfið var auglýst í Morgunblaðinu, Dagskráni og Búkollu og heimasíðum Rangárþings ytra og Ásarhrepps í mars 2021 með umsóknarfrest til 9. apríl 2021. Umsækjendur voru 6 talsins. Umsóknir voru flokkaðar með tilliti til þess hversu vel umsækjendur uppfylltu menntunar og hæfniskröfur og ljóst að mjög góðar umsóknir lágu fyrir. Í auglýsingu starfið var tekið fram að leitað væri eftir einstaklingi sem væri tilbúin til að ganga glaður til verka og leiða af dugnaði öflugt skólasamfélag með samstöðu og árangur að leiðarljósi. Jafnframt var lagt upp úr því að nýr skólastjóri væri tilbúin að viðhalda þeim góða skólabrag sem einkennt hefur starf Laugalandsskóla. Gerðar voru þær menntunar og hæfniskröfur að umsækjandi hefði leyfisbréf sem grunnskólakennari og byggja að farsælli kennslureynslu í grunnskóla. Þá þyrfti umsækjandi að hafa framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og menntunarfræða og eða búa að farsælli stjórnunarreynslu. Önnur atriði sem lögð voru til grundvallar voru færni og reynsla í starfsmannastjórnun, stefnumótun og áætlanagerð og hæfni í samskiptum. Þá var reynsla í fjármálastjórnun talin kostur. Ákveðið var í stjórn Odda BS að fela eftirtöldum að taka viðtöl við umsækjendur, Björk Grétarsdóttir oddvita Rangárþings ytra og formanni stjórnar Odda BS, Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra Rangárþings ytra og framkvæmdastjóra Odda BS, Ástu Berghildi Ólafsdóttir oddvita Ásarhrepps og stjórnarmanni Odda BS og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur stjórnarmanni Odda BS og sveitarstjórnarfulltrúa í Rangárþingi ytra. Umsækjendur mættu til viðtals á Hellu dagana 20. til 21. apríl 2021 og hvert viðtal tók allt að 1 klukkustund. Það var samdóma álit þeirra sem viðtölin tóku að hæfastur til að gegna starfinu væri Ingvi Karl Jónsson. Haft var samband við samstarfsaðila úr fyrri störfum og fékk hann góða umsögn þar til að gegna starfi skólastjóra. Ingvi Karl Jónsson er 58 ára og er starfandi náms- og starfsráðgjafi hjá skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu. Hann er fæddur og uppalinn fyrstu árin á Torfastöðum í Fljótshlíð en bjó síðar á Hvolsvelli og í Hveragerði, auk þess sem hann dvaldi við nám og störf í Bandaríkjunum árabil. Ingvi Karl býr nú á Hellu með fjölskyldu sinni. Hann er með BA í sálfræði og MA í ráðgjöf frá UNC háskólanum í Charlotte í Norður Karólínu, auk meistaragráðu í kennslufræðum frá háskólanum á Akureyri. Hann hefur sinnt kennslu í grunnskólanum í Hveragerði, Eyrarbakka og Stokkseyri og Hvolsvelli. Hann veitti forstöðu meðferðarheimili Barnaheilla á Geldingalæk árabil og var árið 2010 ráðinn af Barnaverndarstofu til að setja á stofn meðferðarheimili Lækjarbakka og var þar forstöðumaður til ársins 2020. Hann hefur einnig starfað sem íþrótta- og æskulýðsfulltrúi og stýrt félagsmiðstöðvum. Þá hefur Ingvi Karl sinnt íþróttaþjálfun meðfram öðrum störfum alla tíð, auk þess sem hann hefur verið virkur í sveitarstjórnarmálum. Tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra lýsi yfir mikill ánægju með að ráðinn hefur verið nýr skólastjóri við Laugalandsskóla eftir vandað umsóknarferli. Jafnframt vill sveitarstjórnin nota tækifærið og þakka fráfarandi skólastjóra Sigurjóni Bjarnasyni einstaklega farsælt starf við stjórnun skólans frá árinu 1993. Það er hverju samfélagi dýrmætt að skólastarfið sé í traustum höndum og það ríkir sátt, enda tengist grunnskólinn nær öllum heimilum á einhverjum tímapunkti. Við þessi tímamót Sigurjóni jafnframt óskað velfarnaðar í þeim viðfangsefnum sem taka við. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs þessi geta samþykkt G-merki til hann samþykkt samhljóða. Liður 3, það er skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra fundur 38.
Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég fer að venja yfir liðina til að láta vita ef þið hafa athugasemdir, annars er litið á að afgreiðsla sé samþykkt samhljóða. Liður 3.1. Króktún, land með landnúmer 197568. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhuguð heiti á lóðum. Uppfæra þarf deiliskipulagi í tengslum við breytta afmörkun lóða og lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.2. Leirubakki, stofnun lóða, höfuðból 110, 113 og 209. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.3. Rauðufossar, bílastæði, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulags- og umferðarnefnd leggur til að veitt verði framkvæmdaleyfi til Umhverfisstofnunar til framkvæmda við bílastæðið við gönguleiðina Rauðufossum. Í samræmi við lið 1303 í fyrsta viðauka laga mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000, hefur skipulagsnefnd Rangárþings ytra farið yfir umsókn framkvæmdaraðila framkvæmdaleyfi til gerðar bílastæðis við Rauðufossa. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd framkvæmd sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.4. Faxaflatir, umsókn stöðuleyfi fyrir sölu og samkomutjöld, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við staðsetningu á samkomutjaldi á umræddum stað. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.5. Árbæjarhellir 2. Breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við að gerð verði breyting á landnotkun í aðalskipulagi og að viðkomandi lóðum verði breytt úr frístundanotkun í íbúðarlóðir. Nefndin leggur því til að gerð verði tilheyrandi breyting í aðalskipulagi og heimilar jafnframt umsækjanda að gera nauðsynlegar breytingar á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.6. Bjallasel, Bjalladalur og Sveitin, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin ítrekar að við gildistöku þessa deiliskipulags fellur úr gildi núverandi deiliskipulag fyrir Efrasel 3E, dagsett 27.11.2018. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.7. Næfurholt, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.8. Minnivellir 5, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.9. Efrasel 3E, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við að núverandi deiliskipulag verði fellt niður og leggur til að við framlagningu nýrrar tillögu sem áform eru uppi að verði lögð fram verði skilgreint í greinargerð að gildandi deiliskipulag falli niður við gildistöku þess nýja. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.10. Stækkun íþróttasvæðis á Hellu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.11.
Hella, atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar, farið yfir stöðuna á svæðinu og hugmyndir reifaðar, reiknað verði með að haldinn verði aukafundur með ráðgjöfum mánudaginn 17. maí næstkomandi og þetta til kynningar. Það liður 4 ársreikningur 2020 til seinni umræðu. Ársreikningur Rangárþings ytra fyrir árið 2020 var staðfestur af byggðarráði fimmtudaginn 15. apríl 2021 og lagður fyrir sveitarstjórn. Hann var tekinn til fyrri umræðu á fundi sveitarstjórnar fimmtudaginn 15. apríl 2021 og var vísað til seinni umræðu. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla ársreikning sveitarfélags á 2 fundum í sveitarstjórn. Ársreikningurinn hefur að geyma samantekin reikningsskil fyrir þær rekstrareiningar sem falla undir A og B hluta starfsemi sveitarfélagsins, samanber 60. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í A-hluta öll starfsemi sem að hluta eða öllu leyti fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs að ræða eignasjóð og þjónustumiðstöð. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins, en rekstur þessara fyrirtækja fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B-hluta eru leiguíbúðir, félagslegar íbúðir, Fráveita, Vatnsveita, Rangárljós og Suðurlandsvegur 1-3 hf. Rekstrartekjur á B-hluta á árinu námu 2.073 milljónum, rekstrarniðurstaða var neikvæð 15 milljónir og eigið fé árslok 2020 var 1.948 milljónir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti ársreikning Rangárþings ytra fyrir árið 2020 og sveitarstjórn færi jafnframt starfsfólki sveitarfélagsins þakkir fyrir góða vinnu við rekstur sveitarfélagsins sem skilar ásættanlegri niðurstöðu þrátt fyrir erfiðar aðstæður vegna heimsfaraldurs. Orðið laust. Engin hversu hljóðs, þessi geta samþykkt geðmerki. Ársreikningur samþykktur. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Það er bara ánægjulegt að sjá að þetta svona heimsfaraldur hafi ekki mikil áhrif, en við erum hérna með örlitla bókun við ársreikning, við má lesa upp. Gjörðu svo vel. Fulltrúar álista til að jákvætt að tekjur sveitarfélagsins séu yfir áætlun ársins 2020 og að rekstur sveitarfélagsins sé í sæmilegu jafnvægi þrátt fyrir áhrif heimsfaraldrar. Fulltrúar álista vekja þó enn og aftur athygli á viðvarandi tap í Suðurlandsvegar 1-3 hf. Árið 2020 var félagið rekið með 22 milljóna króna tapi og þá heildartap félagsins á árunum 2010 til 2020 alls nærri 190 milljónum króna. Eignarhlutur Rangárþings ytra sem fyrr tæp 70%. Á 37. fundi sveitarstjórnar 10. maí 2017 samþykkti sveitarstjórn samhljóða að selja hlut Rangárþings ytra í Suðurlandsvegi 1-3 hf. Enda fellur rekstur þess félags ekki undir lögbundna starfsemi sveitarfélaga. Fulltrúum álista þykir miður að þessari ákvörðun hafi ekki verið fylgt eftir af fullri alvöru og hvetja til þess að það verði eitt af forgangsverkefnum sveitarstjórnar að selja þennan eignarhluta, sér í lagi þar sem fyrir liggur að fjármagna þurfi nýjan leik- og grunnskóla. Þrátt fyrir þessa ábendingu hafa fulltrúar álista fulla trú á að hægt verði að snúa rekstri félagsins við til hins betra í höndum einkaaðila og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Takk fyrir það og það er bókuð D-lista. Fulltrúar D-lista hafa fulla trú á því að Suðurlandsvegur 1-3 hf eigi góða framtíð en nú staðan sú að fasteign félagsins fullnýtt og öll leigjanleg rými í útleigu. Jafnframt lokið endurfjármögnun félagsins sem mun verða til verulegra hagsbóta. Ekkert því til fyrirstöðu að selja hlut sveitarfélagsins en finna þar rétta tíma til þess. Reyndum að benda á það kom greinilega í ljós nú nýverið varðandi farsæla niðurstöðu fyrir framtíð matvöruverslunar á Hellu að heppilegt var að sveitarfélagi átti enn sinn hlut í umræddu félagi. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Lið 5, það faghópur þróun skólasvæðis á Hellu. Frumhönnun Arkís ásamt greinargerð faghópsins og tillaga til afgreiðslu. Hér lögð fram greinargerð faghópsins þar sem fram kemur að undanfarin misseri hefur verið unnið að undirbúningi framkvæmda við stækkun grunnskólans á Hellu og nýjan leikskóla á Hellu, ásamt aðstöðu fyrir tónlistarskóla. Þann 20. apríl síðastliðinn skilaði Arkís frumdrögum að skólasvæðinu í samræmi við þann samning sem gerður var þann 12. janúar 2021. Fulltrúar Arkís kynntu það afrakstur vinnu sinnar á fundi með faghópnum. Afurð vinnunnar var í formi frumdraga nýbyggingar fyrir grunnskólan og leikskólan Heklukot á Hellu. Frumdrögin í formi greinargerðar og teikninga auk þess sem gróf kostnaðaráætlun fylgir.
Öllum sem að málinu hafa komið ber saman að þessi vinna hefur gengið ákaflega vel og myndin orðin skýr varðandi hönnun og staðsetningu þeirra bygginga sem reisa þarf til að svara eftirspurn og kröfum varðandi uppbyggingu skólana til framtíðar. Tillaga faghópsins að unnið verði eftir þessum frumdrögum, jafnframt verði lagt upp með að hefjast þegar handa við fullnaðarhönnun áfanga 1 með það markmiði að framkvæmdir geti hafist í lok ársins 2021. Tillaga að sveitarstjórn fagni því hversu vel hefur miðað við undirbúning þessa mikilvæga verkefnis og lagt til að sveitarstjóra verði falið að leita samninga fullnaðarhönnun 1 fyrsta áfanga, samanber tillögu faghópsins og láta vinna lögboðið mat á áhrifum fjárfestingarinnar á fjárhag sveitarfélagsins til næstu ára. Jafnframt lagt til að áformaðar framkvæmdir verði kynntar á opnum íbúafundum næstu mánaðamót. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þessi geta samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 6, umgengni í Aldamótaskógi, erindi frá Skógræktarfélagi Rangæinga. Það minnisblað varðandi frágang á efnisnámu. Hér lagt fram minnisblað frá forstöðumanni eigna- og framkvæmdasviðs varðandi jarðvegsnámu í landi Gaddstaða sem hefur verið starfrækt nokkuð langt skeið. Nú svo komið að efnistaka farin að ná mörkum Aldamótaskógar og því þarf að taka þetta fyrirkomulag til endurskoðunar og lagt til að efnistöku verði hætt á þessum stað frá og með 1. júlí 2021 og í framhaldi af því verði unnið að frágangi námusvæðisins til framtíðar. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Það sem ég velti fyrir mér í fyrsta lagi, mér finnst svolítið svona athyglisvert að þetta sé talað þetta sem námu því að þetta náttúrulega ekki náma á aðalskipulagi. Þannig að þetta svona gráu svæði en bara gott að hreinsa þetta. Annað sem ég velti fyrir mér dagsetningin. Af hverju má þetta ekki bara taka gildi frá og með 1. júní? Þarf eitthvað að hafa einhvern aðlögutíma þar sem þetta ekki náma. Þetta ekki skilgreint sem náma á aðalskipulagi. Það svona, já, kannski tillaga hvort við ættum að hafa þetta 1. júní. Takk. Takk. Kannski að sveitarstjóri komin í það, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, ástæðan fyrir því að þarna verið að leggja til að hafa þetta 1. júlí bara til að gefa aðeins andrými. Það þarf auðvitað að láta menn hafa auðvitað reiknað með því sem eru til dæmis að byggja hús hérna á Hellu og svona að hafa geta náð sér í sand þarna með þessum kjörum sem þarna hafa verið. Þannig að það er nú bara til að gefa aðeins meira andrými, það er nú bara til þess. Og hérna, það er ástæðan. Já, og þetta bara því samhengi hefur þá verið athugað eitthvað hvort að segja þetta að hafa annars staðar sandtöku sem ekki liggur þá bara fyrir að þau nú fólk til dæmis það að geta sótt annað sand. Fyrst að þetta á þrótum hana hvort að segja einhvers staðar annars staðar sem þetta sé að skilgreina þá sem námu, sandnámu. Takk. Jú, það eru námur sem sé hérna í nágrenninu sem eru opnar í rauninni, þannig að það en aðeins lengra að fara, en hins vegar þá hefur einmitt komið fram óskum að opna námið þannig bara rétt hjá, bara ofan við veginn. Og þannig að það er í rauninni í sömu fjarlægð frá til dæmis Hellu eins og þessi gamla náma. Þannig að hérna, en það er hins vegar ekki alveg komið, en verður væntanlega komið þarna fyrir 1. júlí. Sýnist okkur. Þeirra ekki gott sér hljóðs. Þessi geta samþykkt G-merki. Til að samþykkt samhljóða. Það liður 7 land úr Gaddsstöðum kauptilboð til afgreiðslu. Bergþóra Björg Jósefsdóttir og Haraldur Magnússon hafa óskað eftir því að kaupa leiguland sitt úr Gaddsstöðum. Landið talið vera tæpir 40 hektarar og á óskipulögðu svæði. Tillaga að bjóða leigjendum að kaupa alltaf 5 hektara spildu á sambærilegum kjörum og leigjendur frístundalóða í Gaddstaðalandi hefur staðið til boða undanfarin ár og að sveitarstjóra verði falið að funda með leigjendum og eftir atvikum leggja fram útfært kauptilboð á næsta fundi byggðarráðs. Orðið laust.
Engin kveður sér hljóðs, þessi getur samþykkt G-merki. Sem er á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, ég er með stutta bókun til að útskýra hjásetu. Fulltrúar álista sitja hjá þar sem upplýsingar málið eru ekki nægar til að taka afstöðu til þess. Ekki tilgreint hvaða land til sölu og eins söluvirði ekki tilgreint. Undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Takk fyrir þetta. Förum í lið 8 svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið. Það er fundargerð til kynningar og starfsreglur til afgreiðslu. Lagt er til að sveitarstjórn samþykki starfsreglur fyrir svæðisskipulagsnefnd fyrir Suðurhálendið. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þessi geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 9, samband íslenskra sveitarfélaga, fundur 897, þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Fundargerð frá 13. maí 2021. Liður 10, samtök orkusveitarfélaga, fundur 46, þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 11, viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19, þar er ýmis skjöl og tilkynningar lögð fram til kynningar. Liður 12, landsáætlun í skógrækt, þar er drög lögð fram til kynningar. Liður 13, landgræðsluáætlun 2021 til 2031, þar er drög lögð fram til kynningar. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara aðeins að vekja athygli á þessari landgræðsluáætlun. Ég sit þar í vinnuhóp, eða starfshóp sem er búin að vera að vinna í þessum drögum. Þau eru verið unni núna í töluverðan tíma en svolítið fljótaskrift á þessu núna undir lokin. Kannski hvet ykkur til, við eigum að skilin ef við kærum okkur umsögn fyrir 14. júní og hvet ykkur kannski til í að skoða þetta, rýnana svolítið, því að það eru þarna ákvæði sem eru ekki samhljómur innan verkefnastjórnar og það er svona ákvæði til dæmis varðandi lög búfjárhald, friðun beitilands yfir 600 metrum. Það eru svona ýmis ákvæði sem okkur finnst kannski svolítið stangast á við svona hagsmuni dreifbýlisins og svona, já, bara búsetu almennt. Það er líka töluvert ákvæðum þarna inni að það er lagt til að allar styrkjakerfi til landbúnaðar verði að öllu, sko, fyrstu drögin voru þannig að það átti að vera öllu leyti sem sagt umhverfistengdir styrkir. Þannig að þú getur verið endurheimtabóndi til dæmis en ekki, það var engin tenging við framleiðslu eins og er í dag. Þannig að við, svona, ég allavega og síðan eins formaður fulltrúi bændasamtakana, við vorum ekki alveg á þessu og það er búið að milda þau ákvæði töluvert í þessum drögum. En þetta teljum við geti haft töluverð áhrif á bara byggð í landinu. Að þarna sé komin glufa að fólk geti verið bóndi að nafninu til, átt lögheimili á staðnum og verið með einhverja ræktun, en kannski auki ekki samfélagi, þá hafi þetta bara töluverða áhrif á byggð. En ég svona er svolítið að bíða eftir hvað sambandið, já eftir að heyri Jón og Guðjóni Braga, hvort að þau muni senda inn eitthvað sérálit, ég er í góðu sambandi við hann og náttúrulega hefðinir fyrir því að samband íslenskra sveitarfélaga það svarar og sendir inn athugasemdir fyrir bara hönd sveitarfélaga í landinu. En eins og segi, ég vildi bara vekja athygli á þessu og endilega skoði þetta svolítið dítila því það er alveg þarna ákveði inni sem að snerta okkar íbúa. Ok, takk. Takk hérlega fyrir. Mjög góð ábending. Yngvi, gjörðu svo vel. Ég var á fundi áðan hjá Landssambandi garðyrkjubænda og þar var formaður Bændasamtaka Íslands og hann fór aðeins inn á þetta með landgræðsluna, eða ég reikna með það sé í þessari áætlun, að þar kemur meðal annars fyrir að landgræðslan leggur til að ekki megi skilja eftir opin flög yfir vetrartímann og það verði beitt alltaf 20.000 króna sektum, það verði beitt dagsektum, alltaf 20.000 krónum á dag. Og ég segi bara eins og fyrir mitt leyti eða þá búgrein sem að ég starfa við, það bara kippir okkar starfsvettvangi bara í burtu. Kartöflurækt, já og bara fleiri rækt, gulrætur, gulrófur og annað, þetta er bara búið að vera.
Hvað eigum við að gera? Eigum við eftir að við erum að klára að taka upp í október, leggja plastdúk yfir eða eigum við að sá í þá og treysta á að það komi verði eitthvað grænt? Þetta náttúrulega, sko, ég veit ekki á hvaða vegferð landgræðslan en ef þeir ætla, sko, gjörsamlega að, ég tel þetta bara slátur og þeir verða náttúrulega að hugsa sinn gang og skoða eitthvað, það ekki nóg að hafa gengið bara í háskóla í einhverjum umhverfisfræðum og ætla að stýra öllu þannig. Þeir verða að skoða bara hvernig landið nýtt og þessi árásir þeirra endalaust á þessi fáu rollur sem eru eftir. Við erum náttúrulega nýbúin að sjá það að það færra sauðfé á landinu í dag. Það hefur ekki verið svona fátt í 160 ár. Og samt alltaf verið að tala ofbeit. Á hvaða vegferð landgræðslan? Eru þeir gjörsamlega slitnir úr tengslum við allan raunveruleika? Sko, við verðum að hugsa okkar gang hvort við eigum í raun og veru að leggjast gegn svona, sérstaklega ef svona ákvæði sem að geta bara þurrkað út heilu greinarnar í einhverju vitleysu. Takk. Yngvi. Ekki fleiri hvatt til hljóðsundi þessum lið. Það liði 14 endurheimt skógalandslags. Bonn-áskorunin alþjóðlegt átak útbreiðslu eða endurheimt skóga á stórum samfelldum svæðum eða landslagsheildum og skipulagt af alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum IUCN í samstarfi fleiri aðila. Stjórnvöld hafa sett Íslandi það markmið innan Bonn-áskorunarinnar að auka verulega þekju birkiskóga og birkikjars en hún nú 1,5% af flatarmáli landsins. Tillaga að sveitarfélagið taki vel í þátttöku í verkefni með endurheimt skógalandslags í anda svokallaðrar Bonn-áskorunar. Landsvæði sem teljast til Hekluskóga að stórum hluta innan sveitarfélagsins Rangárþings syðra og fellir það verkefni algjörlega að markmiðum Bonn-áskorunarinnar. Sveitarstjórnin vísa því til Hekluskógaverkefnisins sem gríðarlega mikilvægs framtaks til endurheimtar skógalandslags á Íslandi. Orðið laust. Engin kveður sér hljóðs þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá dagskrá lokið og að loknum yfirlestra fundargerð og undirritun þá segi ég þessum fundi slítið. Takk ykkur fyrir góðan fund.